Við komum hérna í 13. þátt held ég, frekar en 12. Tveir gestir sem svona eiga skilið að vera hér í dag. Tveir gestir með jákvætt vinningshlutfall. Er það ekki rétt hjá mér? Er ekki Álftanes 3-2? Jú, það er rétt. Jú, við erum með sama rekord. Já. Deilum því. Hérna, til hamingju með það. Já, takk fyrir. Já, takk fyrir það. Svona, ræðum það betur en eftir, en svona, kannski... Mismunandi budget, en... Já, ég gef nú ekki mikið fyrir þetta, en við hefum mættu þetta líka svona erfiðri samkeppni, Grindavík og fleiri erfiðum liðum, þannig að... Já. Gunnar Bjartur, Prince of Álftanes, Yes. Bobo, King of Breiðholt, Íringur. Hérna, langt en þú komst hérna síðast bara einhvern tímann í sumar. Já. Bara í ágúst, í svona mjög ótímabæran þátt. Alveg Guðmunds mjög sár að fá ekki Kallið. góð með. Já, sorry. Ertu þá að segja Ég átti ekki 3 gestamikrofóna. Hvað hérna, hver var aftur með þér í, hérna, það var IR og, já, Slæmi kom fyrir Val. Já, það er mitt. Já, hann vildi ekki koma í dag. Það er svarti tímar. Það er erfitt. Já. Hérna, Hann hafði trú á Griffin á þeim tíma. heyrðu, hann hafði trú á Leitrim Griffin. Er það? Já, hann var að bera saman við hérna Paul Anthony Jones eða ekki, Aha. sem var í Haukum. Það er svo gaman að svona ljúga einhverju upp á fólk sem er ekki hérna og þeir geta ekkert varið sig. Heyrðu, sko, nú eru 5 leikir búnir og mér finnst svona allt í lagi að taka bara svona smá stöðu tjekk á deildinni og Grindavík eru efstir, ég meina þið sjáu hérna á skjánum hvað staðan er. Það er, Grindavík eru 5-0. Þeir eru efstir og þeir eru bestir, akkurat í dag. Svo erum við með Tindastól Kári, Keflavík 4-1, Álftanes IR 3-2 og aðrir eru með neikvætt vinningshlutfall. Hvað svona, byrjum bara á þér Gunnar, hvað svona heldurðu að bara svona, hvar lígur stöðutaflan akkurat í dag? Hver eru að fara að svingast mest upp og niður? Það er fyrir mér allavega klárlega KR-ingarnir og Stjarnan. Stjarnan er í nánast fallsæti. Já. Þú veist, þeir eru í 10. 1-4. Já, 1-4 og svona við vitum alveg að auðvitað Stjarnan ekki fara að vera þar. Ég held að þeir muni svingast svolítið og svona alltaf þetta prógram og svona hvernig prógrami hefur svona línað upp fyrir KR segir auðvitað mikið um þetta. Þeir ætti í rauninni að vera 5-0 sko. En samt, ég meina, KR pakka Akranes saman, ég meina Álftanes tapaði upp á Skaga sko. Já, ég svo sem viðurkenni það alveg að hérna, leikurinn upp á Skaga er svona með því verra sem ég sé frá okkur síðan við komum upp bara, ég get alveg viðurkennt það. Það var rosa skrítin leikur. Og svo sama tíma, svo ég grípið frammi fyrir þér, eins og með Stjörnunni, ég meina, við setjum IR í svona, þú veist, ekki topp 4 fattari, þannig að þú veist fyrir Stjörnuna að fá IR á heimavelli, ég meina stöðullin var algjörlega Stjörnunni í vil, þannig að þú veist, hefur lænast upp og lænast ekki, en menn eru líka alveg að tapa leikjum sem þeir ættu að vera að vinna, fattar mig? Já, ég er alveg klárlega sammála því, en svona, ef ég klára hérna, sko, IA, þá vil ég líka koma inn á það að KR mætti líka IA með, sko, bara liðið var allt annað, ég meina, þessi point guard var mættur þarna, þessi frábæri serbneski point guard, sem var bara með Robbie Fowler holningu, þú veist, í einhverjum svona retirement leik, þannig holning. Og þannig að ég vil svona... Það er ekki 40 stiga swing samt, sko, þeir vinna ykkur. Hann var hræðir samt líka, sko, þeir voru að svara fyrir... Ertu sammála þessu? Ertu sammála því að svona, það sem að kannski skekkir mest eins og, eða það sem mun breytast mest, er að Stjarnan og KR fara, þú veist, mörg sæti upp og heitt niður? Eru aðrir svona sirka eins og, þú veist, bara svona Valur, ég meina, sjáum við þá eitthvað, þú veist, það er svona vinsælt að tala alltaf um Valsmaskinuna. Hvað eiga þeir að gera? Hvað geta þeir gert meira? Skipt út Amerikana. Já, en kemur eitthvað skárri eða? Erfitt að finna verri. Já, reyndar, en Finnur er ekkert frábæri að velja Kana, sko. Nei. Er það? Hann er það ekki, en þú veist, jú, tók hann að Jordan Rowland eitt sísonið, mid-season. Góður.
hann var góður í því sem hann átti að gera. Tjóka hans í playoffs. Já, Tjóka hans í playoffs. og hann var alveg betri heldur en þegar hann var úr hæstu hillu með við þennan leik. Já. Ég meina Valur eins og þeir eru með kannski nýjan Evrópumann og nýjan Kana, það ekki eitthvað sem ætti að geta verið playoffs threat? Hvernig ætlaði að bakka upp Kitta Páls, skilurðu, lossið eða Mér veit þetta, Tævo Badmus? Þeir eru náttúrulega bara ekkert búin að gera það upp, sko. Nei. Þú veist, er ekki Frank Búker smá svona stepping into Kitty Páls samt? Ég meina hann að bæta svolítið við sig í bæði mínútum og stigum. Já, og bara, mér finnst hann búin að vera besti leikmaður Vals. Já. Þannig að... En auðvitað hafa þeir ekkert, auðvitað hefur Callum Lawson bara svona verið allt í lagi ekki gott og hann aldrei Tævo Badmus effekt. Ég myndi reka ég myndi kannski gefa sem Evrópumann séns, en annars myndi ég reka hérna. Hann ekkert eðlilega slappur. Nei, hann leit ágætlega vel út í byrjun, svo bara... Ég hef smá trú á honum. Ég held að ef þú spilur hann kannski frekar sem tvist, ég held að tvistur, þú veist, þetta hljómar mjög vel, eitthvað svona hávaksin tvistur, þú veist, en hann bara virðist ekki alveg valda því hlutverki, sko. En hvar sjáu þið svona annað lið sem núna í topp 4, bara búið að tapa einum leik og þú veist, og það á Sauðárkrók þar sem þú veist, flesti taka ég meina, Keflavík 4-1 fyrir mér, þú veist, eru þeir ekki svona mest óskrifaða blaðið einhvern veginn svona af þessum efri helmingsliðum, ég meina, geta þeir eitthvað hafið þið séð Keflavík spila? Þú hefur náttúrulega sást fyrsta leik, það var ekki fallegt. Nei, þetta var alveg leikur bara þangað til í restina, sko. Já, þetta var ekki fallegu leikur samt. Nei. Það var alvöru fyrsti leikur, tímabils skrappileikur. Já, ég sé þá alveg fara alveg langt, sko, en... Topp 4 lið, jafnvel? Já. Ok, segjum að KR detti þarna út úr sem topp 4. Ég meina, er það Álftanes að koma inn í staðinn? Ég meina, hvernig enda í topp 4? Stjarnan 1-4 núna, þeir vilja eflaust ná heimavallarétt. Þeir ná því held ég ekki úr þessu, sko. Já, sko, ég veit ekki. Ég held að topp 4, ef ég myndi þurfa að spá fyrir því núna, væri ekki í neitt röð, en þá væri það Tindastóll, Grindavík, Álftanes. Svo er þetta 4. lið, ég veit það ekki. Keflavík, ég myndi segja Keflavík. Já, eins og staðan núna, klárlega. Stjarnan eru skrýtnir, eru að skjóta mjög illa og þryggja. Þeir eru bara að synga mjög illa. Já, þeir eru svolítið að fá... Keflavík eða eitthvað af þessum topp 4 liðum sem mást að nefna fara á það mikið downswing og Stjarnan fara það mikið sigur. Náðu þeim. Já, Keflavík, já, það er enda rétt. Keflavík eru mjög solid, svona, þú veist, þeir eru að horfir á það. Mér finnst þeir spila bara góðan körfubolta. Þú veist, og ég held að þakki á Stjörnunni sé hærra, en ég held að svona Keflavík sé þá stabíla svona lið upp á þetta að gera, sko. Haldið að Þorlákshöfn séu fallnir eða? Þeir tapa á morgun á móti IR? Þegar þeir tapa fyrir IR á morgun, fara 0-6. Skaginn komin við 2 sigra. Já, sko... Kannski alveg nóg eftir til þess að ná Skaganum eða? Já. Já. Ámundi fyrra. Já, rétt. En, já, það, þú veist... Ok, ég ætla að umorða þetta. Eru Þorlákshöfn búin að missa af playoffs? Já, þeir voru aldrei að fara í playoffs. Ég veit ekki hver var þetta sem var að tala um það. Já, þú varst að tala um það. Þú lagði peninga undir það. Já. Ég ekki fara að minna á það. Það er peningur sem ég fæ ekki tilbaka fyrir en þeir eru komnir í playoffs í apríl. Já. Þá hlærð þú. Þá mun ég grenja úr hlátri. Sko, ef þeir skiptu út öllum útlendingunum sínum nema Lanaras, þá trúi ég að þeir geti mögulega berga sér frá falli. Búin að skipta einum út, eða þú veist, hann var eitthvað keyptur eða var með heimþrá eða eitthvað. Það er ekki komin í staðinn, sko. Jú, það er búið að sæna eitthvað Dana. En hann er ekki, nei. Morten Búlof. Já, það er kannski replacementið. Ég heyrði að Keflavík voru búið að sæna stóra Dana. Já, ég aldrei lígur samt gatan þegar við erum í raunandugönni. Ég var að annánsa margt hérna og ég ætla að annánsa danskan miðherja í Þórsdal. En hann er ekki komin. Ég veit ekki. Þú ætla ekki að hjálpa íringum að skemma bettið mitt. Nei, ég er með mína heimildamenn í Íþróttahúsinu í Þorlákshöfn. Það hefur ekki neitt komið allavega í gærkvöldi. Okay. Já, ok. En ég held að... Í Íþróttahúsinu? Með húsvörðunum vasanum með það? Já. Okay. En ég meina, eru þið satt ekki saman því ef þeir skiptu út... Mér finnst þeir þurfa að skipta út öllum nema Lanaras og þá geta þeir mögulega sleppt við fall. Af því að ég held að það sem IA er að gera núna er bara eitthvað tómt rugl. Þeir eru ofmennast gríðarlega, finnst mér.
Ég fór á IAKR síðasta fimmtudag og ég var svo ógeðslega svona disappointed. Ég varð fyrir svo miklum vonbrigðum bara með Skagaliðið. Ég fatt ekki breytingar þegar hlutirnir eru að rætast. Nei, mér finnst þeir voru bara svo Sammála. lélegir í þessum leik og það var svona ömurlegur andi yfir þeim líka og KR hittur endur á leik. Þetta var svona í fyrsta sinni vetur sem að ég bara eitthvað svona, erum við að vanmeta KR, fattar við? Þú veist, eru þið bara, Linnards var bara harður og bara góður og svona, þeir voru bara, fyrir utan Serban minn sem að eldist nú ekkert eitthvað vel, sá gaur, hann bara allt í lagi ekki gott. Hann enda á YouGo Airport listanum sem við rifjum upp á eftir og mögulega updateum aðeins. Já. En þú veist, erum við að vanmeta KR? Ég meina, þeir eru 4-1, pakka þessum leik saman, eru þeir að fara að vinna Álftanes á morgun eða? Ekki séns. Ekki séns. KR-liðið á móti Grindavík. Já. Þetta eitthvað lélegast sem ég séð, sko. Það meina bara einn vondur leikur. Nei, Já, það var ekkert eðlilega vondur leikur, sko. Ég meina, þið töpuðu upp á Skaga og þið töpuðu með 50 fyrir Tindastól. Milljónamæringum Tindastól. Já. sko ekki þessu bera leikinn saman, sko þessu tvo leiki saman. Þetta einn lélegasti leikur sem ég séð. Já, ég sagði það nú í síðustu viku. Já, þú veist, bara televised ever. Já, hann var það. Hann var Ég umurleg. meina, menn geta átt slæman dag. Já, en þetta var eins og þegar Ísak Víðin tapaði á móti Vestri heima með lið sem hafa búið að reka alla. Já, það var þetta rosalegt, sko. Nei, náðu að tapa þeim leik. Gaman að blanda því inn í umræðina. Já. Hérna, ég sko, mitt take að ég sammála ykkur. KR eru meira að fara að horfa í 7-8, ekki top 4. Að reyna að ná playoff-sæti. Og sko ég ekki sældur á það að Valur séu bara eitthvað svona þetta bara kemur dæmi. Fattarðu? Þú veist, það ekkert að fara að koma. Það bara, ég sá þennan leik og þeir eru ömurlegir. Já, þetta svona eins og þegar að vera að mjólka ykkur svona sjónvarpsþætti og það kemur svona 12. sería. Já. Og það allir bara, þú veist, þetta orðið ömurlegt. Eini ljósipunkturinn Frank Búkar annars, sko. Já, og er það ekki bara slæmt? Jú, 100%. Og ég líka bara að spá, sko. Kári alveg, þú veist, semi, þó hann hafi verið ömurlegur í senasta leik. Það voru það. Já, Kári búinn að vera góður í vetur, en þú veist, það eru bara öll lið með bara einn gaur eins og Kára. Yfirleitt það einhver Kani, þú veist, stundum það einhver Bosman, stundum það Íslendingur og Kani. Þú veist, það bara ekkert spes að vera með Kára og Búkar góða og ömurlega útlendinga og rulluspilara með. Sorry, þetta bara líka, þetta orðið svo eitthvað svona, þetta orðið svo mikið fjölskyldu stemming eitthvað þarna. Þú veist, þú ert með sko Callum, náttúrulega vinur Kristó og eitthvað, þú veist, þeir sæna hann. Já. Og svo sænaði sko þessi Griffin, veit ég, að spilaði með Callum og einhver vinur hans. Og ég... Er þetta eins og þegar kvennalið eru sett saman og vinkonur hópast saman? Já, ég veit það ekki alveg, en þú veist... Munið ekki þegar Helena Sverris fór eitthvað svona yfir í Val og svo fór hún yfir í Hauka og þá bara kom systir hennar með og Sigrún Ámundadóttir og systir Sigrún Ámundadóttir og allt einu Pálína líka og þá bara varstu komið súperlið í Haukum, svo varstu komið súperlið í Val. Þú veist, er þetta ekki bara karlkynsk útgáfan af æfum saman og verum saman í liði alla daga eða? Jú. Og það var líka gaman á föstudögum að því þá ætlum við að hittast og horfa á boltan saman. Já, ég held að þeir fari á klúbbinn. Já, þú náttúrulega veist það því að þú ert alltaf í fla. Þú veist að segja mér aðan. Hvað er fla? Það er orð sem að Gunnar Bjartur kennir mér. Og hvað þýðir það? Því ég er old piece of shit. Flöskuborð. Já. Ég kannast ekki við þetta notkun mín á þessu orði. Ok, en hérna, pointið mitt allavega að ég held að Valur séu bara að fara að verða í bara svona baráttum að komast til playoffs. Ok, bottom 3. Akranes, Þorlákshöfn, Ármann. Sammála. Eitt liðið viðbúið missir af playoffs. Gun to your head. Wow. Ég segi KR. KR, þráttur 4-1. Já. Ok. Wow. Hverjir missa playoffs? Hún langar að segja. Nei, sko, Ír eru bara að vinna allt og marga leiki á móti liðum sem eru fullmönnuð með góða leikmenn. Þú veist, Ír bara boltan. Ég búinn að segja það við Sölva Harald sem hérna í sal. Já. Við erum einn í sal sem að klappar alltaf svona, þú veist, þegar það eitthvað fyndið. Og við viljum fá fleiri í sal næst. Það eru veitingar í boði og svona. Já. Hérna,
Ok, sko, ég held að... Þeir eru stók. Já, já. Þeir vinna, það er bara erfitt að spila á móti alltaf. Þeir missa ekkert af playoffs. Svo eru þeir með einn frábæran sóknarmann og svona 2 svona Klónaras og Hákon þegar hann á deginum sínum, 2 svona næstum því mjög góða sóknarmenn. Á deginum sínum bara góða sóknarmenn. En Njarðvík... Og allir hinir berjast. Er það Njarðvík, eða? Þú veist, ég allavega... Gun to your head. Ég ætla ekki að vera með þetta gun to your head í allan dag. Bara, halló. Ég tek þá IR. IR. Og þú sagðir KR. En það er að, sko, það er að því að KR er búið að vinna. Jú, þeir eru ruglaðir, maður. Þessa fyrstu leiki. Þeir eru nú þegar komnir á blað. Ég held að þeir muni mögulega bæta við sig. Ég veit ekki, sko, ég myndi alveg vilja sjá hann að minn mann Mango fara. Mango Chutney. Og Sarko líka, sko, en hérna... Hvaða lið geta mistað þessu? Bara svona, Stjarnan er ekkert að fara að missa þessu. Getur Valur mistað af playoffs? Ég held ekki. Er þetta ekki bara Valur ekki alveg mistað playoffs eins og KR fjall, skilur við? Jú, kannski. Jú. Kannski Njarðvík, þetta er svona Njarðvík. Njarðvík ekki verið í þessu umræðu, sko. Nei, en hvað ef, þú veist... Já, ég veit að Ég maður... skil ekki okkur að Njarðvík hendi ekki Milka í burtu. Nei. Þeir eru bara þeirri breyting á því að vera contender, sko. Kannski. Já. Þeir eftir klálega ekki. Já, þetta er áhugavert. Við kanda okkur í næsta umræðefni að búin að ræða svo sem Val mikið. Sko það sem að mig langaði að henda núna framan í ykkur er bara svona breytingarnar sem að hafa orðið á liðunum í deildinni bara síðan að við hófum þetta í september. Og ég ætla bara svona að taka þetta í mjög ófaglegri röð. Ég ætla bara að byrja á efstu 2 liðunum samt. Eða svona, Tindastóll er allavega í 2. til 4. sæti. Það hafa enga breytingar orðið Tindastóll og Grindavík. In season. Nú er ég bara að tala um erlendur leikmaður heim, erlendur leikmaður inn. Nei, en bætingar. Það að sæna Ragnar Bragason eða svona, ég er ekki að tala um það. Æsja Cotton, já. Þeir bæta honum við Grindavík og Ragnar Braga. Já, það er rétt. Já, með við svona því sem þú varst að búast að Ragnar Braga þá var það stóður viðbútt við þetta Grindavík. Ég held að hann muni alveg eiga að leik þar sem hann setur 2-3 þrista. Frábær í svona hóp, sko. Kann að verða Íslandsmeistari. Hefur gert það áður. Nákvæmlega. Já. Get ekki margir sagt það. Kláraði KR-leikinn. Pældi að hann hefði ekki verið á móti KR. Hver hefði verið inn á? Unnsteinn. Já, hefði unnið? Mögulega hefði það ekki skipt máli. Var hann ekki samt inn á? Hann var eitthvað aðeins inn á en hérna... Þeir hefðu bara farið í Alexander Veigar sem var nýkominn á pílumóti ef að Raggi hefði ekki verið sænaður. Það er virðing á það nafn. Þannig að kannski skilaði Ragga Braga sænið einum sigurleik á móti KR. Ertu að segja að þetta championship mentality hafi mögulega skilað? Nei, ég er bara að tala um að þú veist að vera rulluspilari í mjög litlu hlutverki en geta komið inn á þegar að það eru meiðsli og það er samt bara svona oft, skilur við, það er bara svona Tindastóll og Stjarnan í fyrra, þú veist, þess vegna held ég svona að Grindavík geti orðið deildarmeistari, að þeir eru búin að bæta við einhverjum gaurum sem geta verið inn á og unnið þegar að 2 eru meiddir, fattarðu. Ef þú tekur 2 lykilmenn úr 4. sætinu og niður, þú vinnur engan, sko. Já, ég held nú að Álftanes geta alveg adjusta við alls konar, svona sérstaklega við fáum mann útlendinga inn eða eitthvað. En ég held að Grindavík, það fer eftir hvað 2 það eru sem dett út. Shabazz og Kane dutt út í þessum leik. Og þeir unnu samt. Þessi leikur er ekki að marktaka fyrir mér. Þeir unnu lið sem er ekki búið að tapa öðrum leik. Er alveg sama. KR, ég veit ekki, sko, hvað þeir voru að gera í þessum leik. Þeir voru ömurlegir. Það eru bara mjög fá lið sem að ná að vinna leik í þessari deild. Ef þú tekur 2 bestu gaurana út, er pointið mitt. Ég myndi alltaf vilja vera með Ragga Braga heldur en til dæmis Hilmi Arnars eða Ragga Nat í rósturnum og þurfa að spila vörð, sko. Nei, Hilmir Arnars er, sko... Hann var góður síðasta leik. Ég held að hann verið svona 10-falt betur en Raggi Braga. Hann var... Já, on ball er Hilmir mjög, bara, ég myndi segja góður, sko. En Hilmi var góður síðasta leik. En, þú veist, útganski á veði og reynslu versus þak. Reynslu, maður sem er ekki búin að gera neitt í efstild síðan að vann. Ef þú ætlar að vera Íslandsmeistari þetta ár, hvað myndir þú taka? Hilmi. En sko... Það er miklu meira uppsætt í Hilmi. Ég er að tala um í ár. Já, ég er ekki að tala um eftir 3 ár. Mér finnst Hilmir betri í dag. Ætlum við að ræða þetta bara í allt kvöld? Hilmi versus Raggi Braga. Pointið mitt er bara að
að það eru allir heyring á þetta Ragga Braga-sæn en þú veist, ef þú hefur efni á því, bara ef þú átt nógun á bankabók félagsins, það ekki bara fínt að vera með Isaiah Cotton, Ragga Braga og þú veist, bara fullt af einhverjum svona fullorðnum gaurum, Pétur Rúnar og Ragnar Ágústsson, skilurðu? Já. Þetta er stjörnunni vantar núna. Stjarnan bara lendir í því að einhverjir 6 gaurar fara í önnulið. Júlíus Orri og Kristján Fannar og Hlynur Bærings hættir og allt þetta. Og já, kannski í litlu hlutverki, en svo koma leikir þar sem að Júlíus Orri spilaði 25 mínútur í fyrra, skilurðu? Og þeir gátu alveg unnið þrátt fyrir meiðsli og svona. Þeir ráða ekkert við það núna. Hvernig var byrjunarliðið hjá Stjörnunum Tindastóla því að Pablo Seth kom inn á byrja á bekknum? Bjarni Guðmann, Orri Ægir. Já, Bjarni Guðmann. Úff. Já. Pointið mitt bara að ef Raggi Braga spilar korter í 5. hverjum leik og þeir hafa efni á því, það ekki bara alltaf lagi? Jú, þetta ekkert lélegt pick-up, en þú veist, sérstaklega ef þú hefur bara efni á því og getur gert þetta og gerir þetta, ef þetta hjálpa þér að verða, ná þeim erfiða. En ég samt held að, þú veist, Raggi Braga bætir engu við þetta lið, en þú veist, jú, þú getur spilað hann á móti KR þegar það vantar 2 og þú veist, það getur verið inn á vellinum. Ég veit að málið bara, ég kannski bara brendur af því að hafa þjálfað of oft lið þar sem að 7., 7., 8., 9., 10. maður eru úlingaflokksleikmenn, efnilegir úlingaflokksleikmenn og verða allir körfuboltamenn, en svo samanborið við bara þegar ég þjálfaði í fyrstu deild og Emil Barja og Finnur Atli og Kristján Leifur voru 6, 7, 8 sem að bara svona eru með 10, 15, 20 ára reynslu. Ég veit að Raggi Braga bara, þú veist, búin að vera með tölfræði eins og það síðustu ár, en þú veist, að vera bara með marga fullorðna í 10 manna hóp svo verðmætt, fattarðu? Sem að eru líka bara svona að fara kannski inn í einhverja leiki þar sem allir eru heilir og þeim bara drullu sama þó þeir spila ekki einu sinni. Fattarðu mig? Isaiah Cotton, er hann þessi típa? Nei, hann er ekki þessi típa. Þess vegna er hann skipt lið. Okay. En það líka sem eins og Raggi Braga, hann ekki að taka 18 þryggjastöða skot í leik, sko. Erum við ennþá að ræða hann eða? Í alvörinni? Förum í næsta mál. Herru, það eru allavega enga breytingar á Grindavíkur Tindastól og það verða ekki nema einhver meiðist, útlendingum, sammála? Já. Okay. En ég myndi, ef ég væri Tindastól og ætlaði að vinna titilinn, þá myndi ég henda Basíl út og ná í vinni Shahid. Ok. Það eitthvað sem Arnar myndi ekki gera. Það eitthvað sem Arnar ekki að spá í núna. En ég þá mun hann ekki vinna hann stóra með Basíl. Förum þá í Álftanes Ráku Kohn, eða hvað hann heitir, í upphafi. Var það fjárhagslegt? Nei, alls ekki. Það var bara... Allavega væri hægt að sæna hann aftur eftir herrakvöldið. Nei, það var ekki fjárhagslegt. Hann var bara ekki nóg góður. Hann bara passaði ekki. En okkur ekki búið að ná í neitt annan? Já, það er ekki eina breytingin í Álftanes. Við getum ekki 20 mínútur hvert lið. Jú, ég ætla bara að hlaupa smá í gegnum þetta. Það er eina breytingin, en það er alltaf augunur opin, en það bara, við þurfum ekki eins mikið á þess að halda kannski. Við erum með dúa, þú veist. Já, herru, þessi var helviti góður. Það kemur point guard í Álftanes, þeir eru 3-2, þeir töpuðu upp á Skaga, þeir einhver bráð vantar fucking point guard. Næsta mál, Keflavík, Jordan Williams, hann var á Jugo Airport listanum mínum. Hann fór samt ekki út að geta. Ég veit það, en ég ætla samt að segja að fyrsti af Jugo Airport listanum farinn. Mér alveg sama út af hverju hann fór. Já, það er ég bara, hann fór. En af hverju fór hann? Af því hann meiddist, brjóskloss. Já. Er það bara out for season, brjóskloss? Eða out for life. Það er svoleiðis? Nei, ég veit ekki, þetta er vond, brjóskloss er bara mjög vond, sko. Já, Leifur hefur sagt mér það áður og það er vist alveg mjög erfitt að glíma. Hann er satt með mjög lágan sársaukaþröskuld. Já, ég veit það. Hann er á nýja skólanum. Hann er á nýja skólanum. En já, hann vissulega fór af þeim ástæðum. Ég held að, þú veist, að því að Keflavík, ég held þeir séu betri en þeir heldur þeir yrðu. Já. Og það, unnu Ármann með 10 stigum, sko. Já, ég held samt að þeir unnu Stjörnuna mjög samfannandi. Sjáum við það ekki á morgun? Nei, eða á föstudaginn, á móti Grindavík, hversu góður er það ekki svona, þá sjáum við hvað þetta Keflavíkur lið stendur. Er það ekki einmitt tækifæri til þess að taka einhvern svona aðeins betur en Jordan Williams? Jú, 100%. En bara hvort þú getur fundið hann? Já, það er auðvitað annar mál, það er mjög erfitt. Þú sér bara,
þú veist, já, að finna evrópska fimmu sem, þú veist, Maggi Blue þarf ekki að reyða fram $20,000 er erfitt, sko. Já. Sko, þannig að förum svo í næsta lið. Þór Þorlákshöfn, gríska goðið, hann er farinn, við veitum ekki af hverju, það kemur önnur fimma í staðinn, þið viljið reka alla hina. Nei, ég væri til í að halda þessum, ég myndi taka Lazar Lukic í IR. Já, sko, ég held að, ég sagði náttúrulega að þyrfti að reka alla nema Rafael Lanaras. Og ég stendaði þá í það. Ég held þetta Lukic, þó að ég þóla hann ekki. Ég sé alltof mikið á honum og ég er bara búinn að sjá einhverja 5 leiki með honum. Hann er svo ógeðslega soft. Þetta er svona gaur sem lítur út fyrir að geta gert geðið mikið, en hann getur ekki neitt. Já, ég reyndar alveg sammála því, sko. Hann kannski herðist hann. Já, en hann gæti nefnilega verið fínn sem 4. option. Þú veist, til dæmis í IR, bara að skjóta. Þú veist, en hann er í Þórslið þar sem hann er, þú veist, 2nd option. Þá fara þeir lóðbeint niður, sko. Já, spurning hvort þið breyti eitthvað meira en það er allavega neitt fókinn þar. Stjarnan, þeir losu Julio de Assis bara fyrir fyrsta leik. Þá mætti vel þykkur Kani sem var vist bara á Just Winging It og var sendur rakleiðis heim. Já. Nú er komin inn Seth Luday, þannig þeir eru á 3. center. Seth Luday, er hann center? Hann er kannski fjarki í evrópskum deildum, en hér er hann svona center, já. Lítið sérst af, sko, Bjarni Guðmann og honum saman inn á einhvern veginn. Non-shooter verkamenn, gengur ekki. Nei, gengur ekki. Ég held að það er náttúrulega margir búin að spá því að hann mun ekki klára tímabilið. En allavega hann verður væntanlega fram á áramótum. Þú veist, kannski fer hann í þetta langa jólafrí sem að margir fari í. Þar sem að þeir eru bara sendir heim og koma ekkert aftur. The one-way ticket. Já, the one-way. En það vita það allir að það kostar cirka 1 milljón að senda svona Kana heim og allt þetta vesen og eitthvað. Þá eru þeir búin að gera þetta 2 svar, sko. Ætti nú að vera peningur inn á bankabók eftir að farið í 8 leiki. Já, ég efast ekki alla leiði fyrra, ég meina, það ekki? Jú, en... Svo losnaði náttúrulega einn Hilmar Henning samningur þarna. Já. Eitt er hún bara öllum í Pablo og... Nei, öllum í Giannis, eða ekki? Giannis. Ég meina, það losnuðu fleiri leikmenn, ég meina, þeir voru allir með eitthvað. Kristján Fannar Júliusson og Hlynur Bærings, ef þú setur þá 3 saman, þá ættu kannski komið með 1 útlending, sko. En er ekki Hlynur ennþá á sömu launum, bara... Ennþá, hvað, frákvæmdastjóri eða íþróttastjóri? Það veit ég ekki. Já, en allavega... Pointið mitt er allavega að það kemur mér á óvart með Stjörnuna hvað þessi 5-staða er búið að vera bara eitthvað svona bargain pick. Þetta er bara eitthvað svona... Þetta er eitthvað svona miðlungsgaurar. Já. En ég ætla að gefa Seth Luday aðeins lengri tíma. Fyrir hvað í andskotanum? Ég ætla að gefa honum aðeins lengri tíma. Að hlusta á Sigurður á Leifsstöðina í morgun í bílum mínum. Ég stöknastu út fokkin bílinn. Það að grínast? Gæinn er 5 og var að reyna að tjakka niður Óla sem var svona stóð og spurði, ertu að grínast ruslið þitt? Ruslaði honum svoleiðis til. Já, Leifur með svona eitruðu jákvæðni. Því miður þá er Seth Luday getur ekki raskat. Já, ok, ég er ekki alveg sammála því. Ég og Leifur allavega erum svona kannski góða manneskjur og horfum á það bjarta oft í lífinu. Og mér finnst Seth Luday alveg, mér finnst hann eiga inni. Hvað er búinn að spila? 2 leiki? Nei. Það er að senda hann á Jugo Airport strax. Ég hefði bara sendt hann, ég hefði svona pikkan hann á flugvellinum og bara svona, herru, sorry, ég fann betri gauð, bara fara tilbaka. Já. Keypt hann mögulega til Hveragerðis eða eitthvað í fyrstu deild? Já, ég ætla að gefa honum aðeins smá breyk. Hvað heldur að gerist? Hann er ekki með neina pósthefreifingar, hann er með lágt IQ, hann er með ekkert skot. Hvað heldur að breyti? Heldur hann fari í þennan fræga póstuppskóla hjá Fjölniskananum eða? Sá er góður skóli. Já. Heldur hann fari aðeins til Luis Dianculo og æfa sem er bakið í körfuna? Ég meina, þú séð það bara á þessum Mango. Hann er orðið mikið. Það ger ekki mikið fyrir minn mann. Menn ég eru bara svolítið mikið að vanmeta það með Shaquille O'Rombley líka að hann var með Hilmar Hennings með sér í tvistinum non-stop verið að ráðast á hringinn verið að finna hann hérna á rúlinu og köttinu og núna er Orri í staðinn að tjakka upp 23 stegaskotum í leik og Giannis öðrum 10 og Seth Luday stendur þarna eins og illa gerur hlutur eitthvað að rúlla og fær aldrei boltan. Já, en það er líka því að hann er í liði sem er mjög illa balansir eins og staðinn núna. Þeir þurfa bara að fá miklu betri leikmann sem getur fengið hann með bakið í körfuna og gert eitthvað. En þurfa að mögulega skipta út fleirum með bara honum?
Mér finnst það mjög lélegt pikk á útlendingum, sko. Jannis góður í körfubolta en menn þola hann ekki af því hann innspilar mikið. En þú veist, menn hljóta hafa nú séð það í fyrra þegar hann var í... Ég meina það, menn vita alveg hvernig hann spilar. Ég veist að balli pikka hann inn í sig. Hann samt alveg góður. Já, hann góður í körfubolta. Já, en bara boltinn stoppar alltaf hjá honum. Já. Hann tekur alltaf einhvern fadeaway 3 metrum fyrir utan þriggjarstæðalínuna. En var hann ekki, ég held að hann hafi kannski verið hugsaður sem meiri svona einhvern veginn X-faktor í þessu liði. Og ekki bara Hilmar Smára spottið. Jú, kannski. Átti ekki Pablo að vera það? Nei, hann það ekkert. Pablo, ég veit ekki Pablo hefur farið í finals hérna og orðið meistari. Já, hann 35 ára, hann var að koma af slöku tímabili í Þýskalandi. Ég var ekkert búist að hann... Það fylgjast með hann í Þýskalandi? Ég bara skoðaði það. Og hérna, Þeim vantar gard í Álftanes, sko. Nei, ég vil ekki fá hann, ég vil fá einhvern betri. Já. En ég er bara að segja að vandamáli líka stjörnunni að það skjóta allir 20%. Já. Þannig að það er... Er það ekki líka skotvalið? Jú, það er skotvalið. Að taka þrist fadeaway 3 metrum fyrir utan eitthvað. Jannis tekur mikið af fadeawayum. Já. Mikið að En hann hittir samt útleiðum. Já, en ekki í góðri prósentu. Ég held að stjörnulið verður bara drullu fínt þegar þeir reka Saturday og fá bara miklu betri... Hvaða típu myndir þið taka? Bara þessa típu, bara miklu betri. Stærri, sterkari. Já. Með kannski eitthvað smá post-moves. Spurja mögulega einhvern svona, kannski eitthvað eftir þessum sjóð sem að koma inn í fyrra að það er búið að borða fyrir hann og mat úr Garðabæjar. Já, þú ert sem sagt að kalla eftir að þið fá svona Rombley típu og Hilmar Smára típu. Nei. Bara Hilmar Hennings típu. Nei, ég er svo oft heyrt það, sko. Menn eitthvað svona, Stjarnan þarf svona aðeins meiri Hilmar Hennings típu. Nei, það er ekkert að gardunum í þessu stjörnunni. Þeir eru bara örugglega best settir með ástfist þriststöð. Þeir eru bara fullt af vopnum í þessa stöður, sko. Þannig að myndirðu gefa Pablo alveg breyki? Pablo fær aðeins meira breyk, ég meina, hann er örugglega 3 samning og þeir losa hann ekkert strax. Já. En ég myndi hafa mjög miklar áhyggjur á honum og spyrja hann daglega, are you this old, my friend? Já. Myndir þú ekki taka Bertone ef hann myndi losna? Auðvitað myndi þeir taka. Ekki? Sko, ég er að leita, við förum oft aðeins í efri hillur og ég held að... Nei, ég myndi ekki taka hann. Eða kannski. Hérna, sko, ég held bara að Bjarni Guðmann er alveg svona limited sóknarleikmaður. Þeir verða bara að fá eitthvað svona smá þar sem við getum að droppa á hann inn í teig og hann getur eitthvað smá skora á mannin sem 1-1, sko. Rombley náttúrulega gat það ekki heldur, en hann komst upp með það því að það voru, þú veist, Hilmar Hennings og aðeins kannski meira firepower í kringum hann. Já, ég meina Rombley er mest íþróttamaður sem ég séð á Íslandi. Ég held að hann Hilmar náttúrulega bjóð til náttúrulega endalaust á körfum bara fyrir alla. Bjarni að hreinsa spjaldinu einhvern veginn. En Bjarni er líka bara svona gaur, hann strækar mig sem gaur sem að er fínn í góðu liði. Hver? Bjarni. Þú veist, ef hann er í svona... Sko, Bjarni Guðmann er ekkert vandamál í þessu liði og þú veist, þeir náttúrulega voru mjög góðir í 20 mínútur fyrir norðan og verða góðir, en ég bara skil ekki, þetta er ekki típu vandamál fyrir mér með Settle Day, mér finnst hann bara aðeins og lélegur í öllu, skilur við. Eina sem hann er góður í er að hoppa hátt upp og taka frákast sem enginn annar reyna að ná. Skilur við. Og við vissum þetta því að hann var í Grindavík áður. Myndirðu taka Taylor Jones sem að var í IR 2022? Manstu eftir honum? Já, fyrir áramót Taylor Jones myndi ég að taka. Svo hægðist svolítið á honum. Já, ég man eftir honum. Hann var svona... Hann var svo alvöru flikki, sko. Já, hann var það. En mér varst það stundum á köflum oflíkur Dísan Parsons. Ég bara skil ekki þegar þú átt pening og þú tekur gaur sem þú veist að er ógeðslega limited, skilur við. En umræða áður en hann kom, þá var talað um svona að hann væri búinn að eiga svo góðan feril út í Evrópu og breyta leikstílnum sínum og ég bjóst við allt öðrum Settle Day þegar áður en hann kom, sko. Þetta var undarlegt. Hver var að tala um þetta? Eitthvað podcast, ég man ekki. Ég heyrði eitthvað af þessu líka. Þú verður að segja hver það var. Nei, ég man það ekki. Ég verð ekki að kalla einhvern fá þetta hérna. Þið get ekki bara sagt ég heyrði þetta einhvers staðar. Ætli það ekki verið Siggi Orri? Já, en hann var samt með eitthvað svona, ég veit ekki, hann var með cirka 20 í leik þegar hann var í Grindavík. Þá var deildin slappari og allt það. En, þú veist, hann er alveg usable. Já.
En ég, Tökum Hvað erum við tökum búin að Kana. tala lengi Sefla Day? Tökum Kana. Ég er bara að fara aftur í Raka Braga. Við mig góður. Tökum Kana í lið sem að vann titilinu fyrra sem eru usable. Þetta er alveg. Herru, IA, þeir eru búin að reka Darnell, þykka með gæði. Poppar hann ekki bara upp í Garðabænum? Nei, djók. Herru, tóku inn lítinn serbneskan point guard sem að heldur betur leit illa út, vonandi fyrir Skagan að hann, þú veist, stundum er einhver out of shape en sýnir glimpses, skilur, og maður bara svona, já, þú veist, það er eitthvað þarna. En af hverju Ég sýnt sjá ekki neitt. Ég er búin að pæla, þessi prófíl, af hverju hann laus á þessum tíma? Öðrulega, þessi prófíl, af hverju hann komið til Íslands og það hefur verið að selja hann það að koma til Íslands. Það getur verið mögulega að vera að flakka honum milla á róster og ekki róster. Ég, sko, þessi gaur er dýr, sko. en þessi punktur með að, já, ég hef heyrt það, ég hef heyrt eitthvað 6.000 og eitthvað, sko, þetta með af hverju hann er að koma til Íslands, er það ekki smá dautt orðið? Bara, Nei, ég er að tala um þegar Kane kom hingað, þá var, ok, það er eitthvað, af hverju hann kom hingað, skilur, svo er hann bara eitthvað alltaf bestur. Justin James, af hverju, það er eitthvað að, fattur já. Hann kemur bara hingað því að hann fær bara fullt af peningum. Já, en hann er samt, ég skil alveg hverju myndir halda þetta, ég meina þú horfir á hann, þú veist bara, þú veist, úr hvaða ræsi dróði þennan mann upp, sko. Ég er að segja það, hann er að fara að vera út úr hóp og Lucien er að fara að taka einhverju leiki. En spilaði þeir ekki báðir á morgun? Með Darnell out? En hérna, það gaf þeim líka svona meiri ástæði til þess að reka Kana, finnst mér. Að þeir eru einhvern veginn með Lucien þarna í kringum liðið. Já. Og þeir Það var eitthvað, já, ok. einu stóri saman. Já, en þú veist, ég er að segja bara, þeir gátu losað Darnell að því að þeir eru eitthvað svona, að við erum með Lucien líka, þannig að við fyllum þetta á meðan. Þetta pikkjaði mögulega að fokka upp seasonið þeirra. Já. En hérna, Ekki það að farið í breytingar, bara, þú veist, þeir bara taka hann og mögulega er hann ekki, þú veist, með þannig samninga þeir geti losað hann og bara það kostar, þeir fá drasl í staðina þegar peningurinn er búinn. Ég er mjög sammála því sem þú sagðir áðan, Bobo, bara eitthvað svona you got a good thing going. Bara svona af hverju að breyta því strax sem nýliði, skilur ég bara það er skrítið. þart. Ég held að þeir séu að hugsa aðeins ofstórt. Já. Þeir séu að Já. getur verið að prjóna yfir sig. Hvað, þú veist, var Lucien virkilega svona slæmur? Hann er með tæplega 11 stig í leik, einhverjar 60 stórsendingar. Hann tapar svolítið Mjög mörgum boltum. Já. Hann er mjög limited, sko, en þú veist, þeir hafa mögulega haldið bara að þessi gaur sé bara töframaður, ok, en svo rekaði strax Kanan einhvern veginn, maður hefur heyrt að hann sé eitthvað erfiður og leiðilegur. Já. Ég veit ekki, það voru ekki gott væp á þessum Kana á leiknum sem ég fór á, sko. Nei, það er ekki Í að gott. kanunum. Já, Það er ekki gott væp yfir honum. Hann er Nei. samt klárlega góður í körfu. já. En hann er of þykkur og mögulega of leiðilegur, ég veit ekki. En haldið að Skaginn breyti meir? Ég meina, þetta eru alveg svona töluverða breytingar, ég meina, point guard inn, Kani út, annar Kani mun koma inn, þú veist, bara 5 leiki búnir, þetta er svolítið mikið breyting strax. Já, þetta er rosa mikið. Mér finnst það bara gjörsamlega glórulaust, sko. Og með við hvað þetta var að fara að byrja vel hjá þeim, sko. Já. Já, ég held að það verð ekki Já. fleiri breytingar. Hendum okkur í næsta lið, Njarðvík, þeir mistu Isaiah Cotton eins og við komum inn á, þeir pikka upp hérna Carlos Mateo í byrjun sem er losaður, bara eitthvað á pre-season. Já. Fá Julio De Assis í staðinn sem að Stjarnan losa. Svona, smá breytingar líka. Ég veit ekki hversu miklu þeir ætla að breyta í viðbót, manni finnst einhvern veginn þessi þrenna Lothier, Milka Mario vera svona heilög þarna, sko. Já. Brandon Avaret hefur náttúrulega unnið á, en ég er samt ennþá bara svona, Í alvörunni. hvað? Ertu að efast hann og gaur? Já. Mér finnst þetta geggjaða gaur, sko. Já. Já, fannst þér góður á móti Álftanes? Já. Ok. Ég er eiginlega kominn á þarna, sko. Ég efast alveg hann eins og allir. Það er einhvern veginn allir búin að skipta skoðun nema þú. Sko, mér finnst það bara drullu góður. Hann er, þú veist, svona, decision making, ég verði til að sjá eitthvað svona betri ákvörðunartökur kannski í 4. En hann er allavega, mér finnst hann sinna sín hlutverki mjög vel. Ég held að þeir séu mjög sátti með hann. Hvernig verður bara að reka Milka? Já. Þarf ekki Milka bara þjónustu? Betri þjónustu frá betri Kana?
Ég held varnarlega að Milka sé... Er ekki Milka bara striker sem að þarf bara að leggja hann onni? Þarf hann ekki bara betri þjónustu? Ég spyr. Já, hann er, nei, ég held Þarf hann ekki Kana sem að opnar mögulega fyrir sig, en fer ekki bara eitthvað midreins flóter? Mér finnst hann afrætt gera menn í kringu sig betri. Mario er búinn að vera góður, Dwayne er búinn að vera góður. Já, í hvað heimi lifið þú? Þeir eru 2-3 sko. Já, þeir ættu að vera 1-4 eða þeir hefðu tapað þessum leikarnum upp á Skaga sem að Lottier fekk einhverja algjöra bullshit villu í lokin og þeir taka í overtime. Þeir ættu að vera 1-4 sko. Og þeir eru úr í bikarnum. Í hvaða heimi lifum við að þeir séu bara búin að vera fínir? Já, tapa náttúrulega móti mjög góðu liði í bikar og svo aftur í deild. Já. Það, þú veist, það Hvað lifa það? Álftanes. Já. En, nei, ég meina... Eina impressive sem ég hef séð frá Njarðvík í vetur er þegar jörðuðu Tindastól. Já. Það er eina impressive sem ég hef séð. Það var afrætt besti maður vallar, sko. Já, mjög flottur þar. Þú veist, og ef hann getur gert það með Tindastól. En annars þeir búin að tapa á móti einhverjum liðum sem það eiga ekki að tapa á móti það? Ég sé bara með schedule í öllum liðunum. Þeir töpuðu náttúrulega með IR og svo töpuðu þeir á móti... Þeir töpuðu heimavelli fyrir IR. Ég ætla að rétta... Þeir eiga ekkert að vinna IR. Ha? Nei. Með Mario sem 5. útlending. Áttu þú ekki að vinna IR heima? Nei, ég myndi ekki segja það. Nei, allir hinir en IR-ingar myndu segja það. Ég get lofaði því. Já... Þetta var upset. Sorry. Bara við berum ekki meir virðingu fyrir ykkur. Já. Það var upset. En bara flott hjá ykkur samt, sko. Já, takk fyrir. Stjarnan úti líka var upset. Já, Það var upset. Ég tek því. Það var upset. Já. En við höfum aldrei tapað í þessu húsi IR-ingar í Njarðvík. Þetta er ekki líka nýtt hús. Já. Við erum búin að fara þarna, hvað, 2 eða 3 ár? Ég var með þetta bara 50-50 fyrir þann leik. Ok. Þeir eru rugglaðir. Þið vil eru þið rugglaðir. Þú ert búin að smita þig á jákvæðinni leifstöðuverðunar, Gunnar. Bara eitthvað, Mario búinn að vera æðislegur. Hann var með held ég 0 stig í einhverjum leik. Mario búinn að vera... Var hann ekki með 0 stig á móti IR? Nei, þetta er, sko, Mario búinn að vera frábær. Hann var með 30 á móti IR. Hann skora hvað? Hann er með 15 og 11 á móti Álftanesi. Mér finnst það drullu góður á móti Álftanesi. Já, hann er búinn að vera frábær í síðustu 2 leikjum. Ég er sammála. Hann er Íslendingur, sko. Nei, hann er Króati með íslenskt vegabur, en já, hann er Íslending. Eins og það skipti ógeðslega miklu máli, þá fór hann meiri. Hann má vera miklu lélegri, hann er Íslendingur. Já. Þetta er svona Davís Gegnsveikin. Ísland fyrst, svo allt hitt. Svo allt hitt, það er rétt. Herru, næsta mál. Ég held að Julio De Assis verði ekki þarna. Hann er ennþá á Jugo Airport listanum. Þeir skipta honum út, þeir mögulega hanga á... Er ykkur lið á Jugo Airport? Nei, enginn, enginn annar. Okay. Brandon Avarett er svona neðstur á honum, hann er svona að reyna að fara af honum, en svona... En er hann það? Flybusin er sem alltaf að koma. Er hann á listanum? Avarett? Já, neðstur. Já, ok. Eða svona sem sagt, hann er alveg að detta út á honum. En fá að sjá hann að lista eftir það? Já. Er hann bara onni í einhver skúfu? Ég var ekki með Afrettar, hann er held í 3. stigast meðaltali í leik. Julio De Assis er á honum. Já. Ég má alveg hafa leikmenn á honum sem ég vil bara sjá fara heim, sko. Já. Nei, ég mátti það ekki. Jú. Nei, Julio... Ég rak Jalen Moore sem var með sko 30 stig og 10 stóðsendingar meðaltali leik. Það hafði ekkert að gera með hann sem leikmann. Var það ekki bara... Liðið bara funkaraði ekki raskat. Ef ykkur finnst Hann var ekki góð manneski heldur. Já, hann var ágætur svona með börnunum í Hafnarfirði, svona var alltaf að peppa þau og eitthvað svona. Já, ok. Ha? Define frábær manneskja. En þú tapar ekki leik í Jón pre-season Jónsson. og vannst allt. Já, djúvill vorum við góður pre-season. Define að vera frábær manneskja sem körfuboltamaður á Íslandi. Ha? Hvað felst í því? Að vera frábær manneskja? Já. Svona 3 mikilvæg hlutir. Já, ég er sammála góð við börnin. Já. Svona coachable. Sko, Steven Verplanken er góð manneskja. Klónaras sem við gáðum til er góð manneskja. Hvað annað er mikilvægt? Er það ekki bara eitthvað svona liðið, respektið þig og eitthvað svona? Jú. Já, ok. Jú. Ég veit ekkert hvernig það... Og tilbúin að þjálfa yngri flokka. Ég heyrði bara úr Hveragerði að þetta væri bara vond manneska. Já. Hann er ekki góðu liðsfélagi eða þannig. Hann hugsa svolítið mikið sjálfan sig, en ég veit ekkert hvernig... Nei, finnst þér?
Ég veit ekkert hvernig Brandon Averett eða hvernig orð fer af honum. Ég bara mjög ósammála því að Njarðvík sé á einhverjum góðum stað, 2-3. Ef þeir tapa á morgun á móti Stjörnunni, þá eru þeir 2-4 úr í bikar og ég held að það sé bara ekkert alveg frábær stað til að vera í þegar þú ert með þetta lið, þennan hóp. Eru þið ósammála því? Þetta lið datt, bara basically þetta lið, datt út í 8-legustöldum í fyrra, sko. Þeir endur samt í 3. sæti. Þeir voru overperformuðu. Já. Skilur, IR var líka í öðru eða 1. sæti eftir jól, skilur. Njarðvík voru samt bara, Njarðvík voru í fyrra góðir frá október þangað til að þeir fara í Álftanes-seríuna. Eru þið ósammála því? Nei, algjörlega. Þetta var bara mjög massíft lið í fyrra. Þetta svona, já. En myndu... Og þetta eru fyrirgeð, þetta eru líka 3 og með Veigar núna sem 4. bara mjög svona, bara prúfen stærðir í deildinni. Já, en þú nærði ekki árangur með Milka í liðinu. Það er árangur sem það lendi í 3. sæti og Já, ég er bara að segja, erum við virkilega bara þar að þetta sé bara svona, þetta er bara svona ásættanlegt. Þú glatar fyrir möguleikum að vera contender. Já, með því að vera með Milka. Já. Þannig að þetta er Milka að kenna, ekki Julio de Assis, ekki Brandon Averett. It's a Milka problem. Nei, býtu. It's a Milka problem. Nei. Ekki, jú. Já, hvað hefur Milka oft farið í finals hérna? Einu sinni. Ok, hvað hefur hann ekki, hafi ekki liðin sem á Dominicus Milka er alltaf verið í topp 4? Hann var líka með hérna, Dean Williams messi við liðinu. Fyrirgeð, hefur lið sem Dominicus Milka er í á Íslandi einhvern tímann endað ekki í topp 4? Nei, örugglega. Hefur Álftanes einhvern tímann endað í topp 4? Við erum búin að vera 2 tímabil eftir. Hefur IR einhvern tímann fyrir utan eitthvað flúksísón endað í topp 4? Flúksísón? Ég man einu sinni Býttu, við fórum í finals 2019 og svo lentum við í öðru sæti og undan því. Já. En það er ekki flúksísón. Þannig að Dominicus Milka regular season er búin að ná meiri árangur en Álftanes og IR saman síðustu 15 ár. Oh my lord. Ég segi bara, smá virðingu á nafni. Smá virðingu á nafni. Veistu akkur hann í Njarðvík ennþá? Það er að því hann er einhver hótelstjóri þarna og hann er mætir að kvennalíki. Er það ekki að því hann er besti miðherri í Ísland síðustu 15 ár, in average? Hvað finnst þér þetta í alveg? Hver er meira dominant miðherji á Íslandi síðustu 10-15 ára en Dominicus Milka? Tómas Drongíla sé svona 5 sinnum betra en hann í körfubolta, sko. Sem miðherji. Já, ég veit ekki með það. Hæ? Já, ég sammála því. Algjörlega sammála. Þú getur mögulega sett hann þarna. Ég er ekki að tala um núna í vetur eða í fyrra. Ég er bara að tala um þeir bara að Legacy Milka er alveg bara svona einn af bestu stórumönnum sem hafa verið. Já, það verður ekki tekið á honum, en hann er bara, í dag er hann mjög, þú veist, hann hefur alltaf verið takmarkaður, en mér líður bara, þú veist, ég veit ekki hvað það er, þú veist, pabbi tími eða eitthvað. Hvað er hann takmarkaður? Hann er ekki búinn að vera góður núna byrjun tímabil, sko. Hann er ræðilegur varnarmaður, hann er, hann er búinn að... Ég ætla bara... 80 mínútur þar sem er verið tímabili og hann er ekki búinn að dilla inn. Þjálfarinn þarf bara að finna út úr því, þetta er eitt besti miðherji þarna síðustu 15 ár. Nei. Er lausnin að setja þrotamannin Julio de Assis inn á og snjól með honum? Reyndu að finna út úr því að besti maður liðsins geti verið inn á. Það er enginn að segja Julio de Assis sé eitthvað frábær leikmaður, sko. En með Julio inn á vellinum, þá er Njarðvík allavega pínu meira móbæl og geta eitthvað að skipta eins og skrínum. Þetta er algjört kjaftaði. Nei, ég vil fara að tala um Tjötne. Þetta er algjört kjaftaði. Næsta mál, þetta er algjört kjaftaði. Dominicus Milka þarf bara að fara að fá einhverja virðingu hérna. Þú veist, er búin að gefa þér fría hótelgistingu? Já, potið, það er skipt. Nei, en eftir þáttinn ætla ég að senda á hann að fara fram á hótelgistingu. Næst ég er að fara til útlanda og ég ætla að gista þarna á Airport hótelinu. En eins og... Ég tek Kanan og Julio með mér. En hann hefur ekki unnið neitt. Ef þú endar í öðru sæti... Það eru mjög fáir sem að... Það er bara eitt lið sem vinnur á ári, sko. Já, hann er búinn að vera einn í 10 ár. Hann er búinn að lenda í öðru sæti eða topp 4. Hann er aldrei unnið. Og ég telji upp leikmenn sem hafa ekkert unnið þarna. Já. Haukur Helgi Pálsson hefur ekkert unnið á Íslandi. Og ég telji upp fleiri góða leikmenn sem hafa ekkert unnið þarna. Nei, en... Það er eitt líka, með Milka. Ég held að... Hvað hefur David Okeke unnið þarna? Alltaf eitt besti miðherji. Hann er búinn að vera í vesinni með alls konar, 80% af tímanum sínum. Ok. Ég get talið upp samt mjög marga góða leikmenn sem hafa ekki unnið neitt, sko. Já, það er samt ekkert endilega... Hann er búinn að vera í samt í biluðum liðum eins og Keflavíkurliðið sem vann ekki. Það er skandallega að vann ekki, sko. Sammála því. Já. Var það honum ekki hana? Meðal annars. Já, ok. Ekki bara honum.
Nei, en stór faktor. Ok. Var ekki Hann er bara stórt skotmark fyrir vörnina þegar hann er inn á. Já. Var ekki Hjalti bara betri að nota hann varnarlega líka? Eða þú veist, hann er hræðilegur í dag, sko. Eða þú veist, hann er berskjaldaður. En hann var góður í fyrra að verja körfuna og staðsetja sig. Já, hann er fínn í því, en hann í þessari droppvörð, sko. Þú veist, ég veit ekki, þetta bara einhvern veginn funkar ekki þarna lengur. En líka bara stundum er komið tíma breytingar, sko, eins og við framsóknarmenn segjum. Þú veist, það er bara einhvern tíman. Segir ekki framsókn meira, er ekki bara best að kjósa framsókn? Segja það ekki bara? Það er eins og þeir segja, er ekki bara best að vera með Myrka? Þú ert þar, sko. Við þurfum grænir líka. Er ekki bara Rúnar Ingi, hann er alveg smá eins og Sigurður Ingi. Já. Er ekki bara Njarðvík framsóknarflokkurinn? Jú. Ok, það er útrætt mál. Já, þetta er... Heyrðu, næsta mál. Og ég segja Cotton. Er ekkert við svona gauðin sem fóru framsókn? Hvað heitir hann áttur? Sigmundur Davíð. Heyrðu, tvö lið sem að lifa svona ágætis lífi, bara án þess að gera breytingar, eru IR og KR. Allavega svona, þú veist, það eru þarna menn á Yugo Airport listanum, allavega 2 í báðum liðum hjá mér og samt eru þeir að vinna leiki, þannig að mögulega, kannski erfitt fyrir þig að tjá þig um IR, þú ferð bara á styður þínu menn, þannig ég ætla ekki að spyrja þig. Þannig ég ætla að spyrja þig, Bóbo, fyrst um KR, ég meina, myndirðu vilja breyta eitthvað, þú veist, þarf að breyta eitthvað í KR eða eru þeir bara, þú veist, hafa gaman, vinna einhverja leiki, góður í siglingu, 4-1. Ég myndi breyta Kana og þessum Alexa, sko, en Ok. hvað þarf ekki að gera? Eru þeir ekkert að vinna á? Er Alexa eitthvað að vinna á Gunnar Bjartur? Aðeins. Ég er ekki samfærið svona endilega, en mér finnst þeir bara ætti að bæta við frekar, sko. Ok. Ég held að það sé alveg hægt að nota þessi góra, sko. Alexa er ekki eins og Djokovic, þú veist, vinnu þinn hérna í IA. Var þannig í fyrsta leik samt? Já, hann var þannig, hann leit hræðilega út til að byrja með og hérna, var umöluður á prísi svona og eitthvað. Mér finnst það svona, mér finnst hann, þú veist, hann er nothæfur, hann er eitthvað svona... Kaninn er ekki nothæfur. Hann er allt í lagi í mörgu en ekki góður í neinu. Það er rosalega augljóst að hann sé að koma beint í college. Það er mjög mikið, sko, að því að... Hann er alltaf í villuvandræðum, hann er alltaf svona... Sko, mér finnst Linnards og Tóti Turbo vera svona efsta hilla, svona fyrstu 5, skilurðu. Klálega. Og mér finnst að Kaninn ætti að vera... Mér finnst að hann ætti að gera og reyna meira heldur en Tóti Turbo. Ég held, sko, ef að Kaninn væri meira yfirburðar, gaur, að þá, og Tóti Turbo gæti verið hans svona vinstri hönd þarna, þá held ég að þeir gætu verið mjög hættulegir. Já. Það myndi opnast meira fyrir þessa íslenska rulluspilara líka. Mér finnst bara svo skrítin dýnamík. Ég held að hann sé ekki alveg spila rétta stöðu, sko. Þú veist, þú ert með, sko, Alexa, sko, Þorvald Orra, og Tóta Turbo, og svo ertu með hann, KJ Doucette, einhvern veginn sem eitthvað fjarki. Minnir hann ykkur... Granits, staðan, skilur. Já, ég veit ekki, mér finnst það... Minnir hann ykkur ekki smá á Ármann-Kanan, eða? Svona in-betweenar einhvern veginn. Jú, svona pínu. Já, einhverju hreyfingar, sko. Sá er slappur, Ármann-Kanin. Já, ég held hann ok, hann er bara... Er það sameiginlegt? Förum bara þá úr hérna KR og yfir í þitt lið IR sem ég ætlaði að biðja þig að tjá þig ekki um. Þú mátti það vel. Ég mun gera það. Byrjum á þér. Þeir eru þarna bræðurnir inn í teik. Klónaras og Falkó snertum við ekki. Þeir eru bara ástæðan fyrir því að liðið er búið að vinna 3 leiki. Já, Jonni ætlaði að senda Falkó heim, en hérna, Sá er heimskur. Það hljómar ekki vel að ætla að gera það. Nei, en gera það. Já, við Álfnesingar gerum svo eitthvað rausnarlegir að gefa þeim Klónaras, sem er algjör himnasending fyrir IR. Þetta er svolítið Napoli að pikka upp United menn, Klónaras-sænið. Já, svona Scott McTominay. Já, er það ekki? Jú. Sammálið því, Bóbo? Já, ég er mjög ánægður með Þið fenguð hann bara, skilur við. Þið fenguð bara Scott McTominay. Hann stundum reynir aðeins svo mikið, en Kristján Björn þarf að slípa það aðeins. Í réttu hlutverki er hann frábær leikmaður. Hann er þú veist, hann á inni í 3-stigskótum, hann er að skjóta í til 3. 16%. Já, hann er ekki að skjóta vel á 3, en ég held að... Hann kemur bara með svo mikið á borðinu í staðinn, sko. Já, en ég held að, eins og þú vart að segja áðan, að þú ert ekkert endilega að vera að breyta sigur formúlu. Viltu club mate eða? Já, takk.
Þannig að ég held að þú ekkert mikið að vera hrófla við IR þó að ég myndi alveg vilja sjá eitthvað betri en Mango og Sarko en mögulega bara budgetið ekki þannig að það sé eitthvað hægt að bæta við einhverjum, þú veist, ég veit það ekki. Málið bara burt með Mango. Sarko miðað við budget bara frábær leikmaður. Hvað kostar hann 0 krónur eða? Nei, bara hvað halda... Borgar hann með sér Hvort myndirðu taka Marek Dolezaj eða Sarko Jukic? Marek Dolezaj. Í alvörunni? Nei, ég myndi ekki gera það. Nei, vá, hann vill að gera það. Hann tekur vilkastað fyrir Drungilas. Nei, ég sagði það nú ekki. Ég sagði að ég seti á hlið. Saman innan. Heyrðu, Sarko Jukic mjög limited, en ef þú ert bláfátækur, ok, hafðu hann þá þarna. Þú bara já. Og þetta er gott það. Já, mjög góð drykkur. Clubmate, mæli með. Smá svo rúgbrauð. Sko, hinn ekki spes. Sá Gorgíski. Hann var einhvert Bragi eða Frosti eða eitthvað, var að reyna að bakka niður. Hann gat ekki hreyft við hann. Nei. Við þeim Georgíska. Já, Georgíski gat ekki bakkað Nei. niður bakverði Ármanns. Nei. Nú er Stían Kúlu, ég veit ekki hvað hann verið að fara yfir með honum, sko. Ég var aðna, þú veist, já, ég veit það ekki, af því að þið voru að tala þú veist, kann hann í KR, hvort hann sé fjarki eða þristur eða hvað hann þú veist, hvað Mango Chutney, þú veist, hann fimma sem að getur skotið en samt ekki bakka með niður eða hann fjarki sem á eitthvað að geta... Myndirðu segja það? Ég sá bara einhvern... Hann getur sett opinn skot. Já, en hann tekur aldrei skot. Hann kemur sér aldrei í stöðu til að taka skoti. Mér það bara svo hægur á löpp. Já, hann makkeri. Af því að, þú veist, bara til að setja í samhengi, sko, ég fyrirgef Milka og Keke og Jordan Sembul að geta ekki hreyft sig af því að þeir bæta upp fyrir það, skiluru, með öðrum hlutum. Með einhverjum putback undir körfunni og... Fótarhreyfingum undir körfunni, sko. Já, en þessi einhvern veginn getur hvorki hreyft sig né hitt, sko. Já, ég var svona búinn að setja upp þá sviðsmynd eitthvað svona að hann myndi mögulega taka 5 og myndir senda Sarko heim en það einhvern veginn leysir ekkert. Nei. Ég held að sko, ef ég myndi stofna agency á morgun með bara ungarskum frændum mínum. Já. Og við myndum bara eitthvað svona fara út á Balkanskaga og bara sæna fullt af svona 205 cm gaurum sem að geta eitthvað smá hreyft sig, þá gætum við selt einn í svona helminginn á deildinni. Við gætum bara eitthvað svona bankað í IR, við gætum bankað í KR, Keflavík, Þorlákshöfn og ég bara svona, já, ég meina bækling sem að ég og vinir mínir byggum til. Við erum svona spá í 6.700 evrum, íbúð, mat. Þessi ungarski frændi minn þarf að fá að hanga hérna líka í bæjarfélaginu og vinna í fiski. Þið reddi því. Ég held að það myndi bara svona 7 lið taka einn. Njarðvík í staðinn fyrir Julio og bara svona típan, svona púrmenns útgáfun af Ívan í Tindastól. Fattið þið mig? Það þurfa allir svona gaur. Já. Það alveg þannig. Og ég held að IR væru alveg svona framalega að tróða sér í röðinni, skilur við. Svona bara svona, hei, við erum ógeðslega mikið til, sko. Jafnvel 2, en við tökum einum. Sammála því. Já, og líka bara stór gaur, ef þú bætir bara fínum stórum gaur sem getur farið í pick and roll með Hákoni og djöflast undir, þá erum við bara orðnir helviti góðir. Já. Og það var svo mikið til í því þegar þú sagðir hérna í einu þætti Jakob Falkó þarf ekki pick and roll leikmann, sko. Hann þarf ekki pick and roll. Nei. En hann þarf aðeins betri sóknarmenn í allavega 3 af 4 í kringum sig. Já, hann þarf að geta... Þegar þú ert komið með Bjögga inn á sem fínn í, þú vilt nota hann eitthvað og svo ertu kannski með Sarko líka og reyna að trúa þessum gaur, að þá held ég að Jakob Falkó sé bara what the fuck am I doing here? Já, ég sammála því, ég held að þú þurfir að Falkó bara gaur sem þarf að vera með skittur í kringum sig. Já, sko,
sko, ég Eða allavega eins og með þennan gaur, Já. að hann getur verið, þú veist, á low post Já. og svona köttað inn á réttum tíma Já, þegar að Falkó já. hann kemst alltaf fram í manninum sínum. Og þegar stóri maðurinn stígur fyrir, að þá þarf að vera einhver svona lungin gaur sem getur bara, svona eins og Jordan Sembúl að gera. Bara gripið hann réttum megin og þarf bara að klára. Falkó er frábær leikmaður, hann er, þú veist, ég held að hann er með svona svipa eiginleika finnst mér oft og Remi Martin. Hann dribblar alltaf áfram en ekki til hliðar. Já. Og svo held ég líka að það er samt alveg smá vandamál. Ég veit að það er lítið sampulsæðis fáleiki búnir og Falkó er með boltan öllum stundum nánast, þú veist, nema þar að Hákon er eitthvað aðeins með hann. En þú veist, hann er að tapa tæpilega 6 boltum í leik, sko. En það Hann er með boltan það kemur samt, fyrstu 2 leikirnir var hann að tapa boltanum mjög mikið, en þetta fer alltaf stig minnkandi, sko. En af hverju hata Keflvíkingar, þið nefnduðu Jonna áðan og bara svona af hverju hata Keflvíkingar Jakob Falkó? Mikið af Keflvíkingum, þú veist, með podcast og í, Köruboltakvöldi og víðar. Af hverju? Ekki eitthvað tengt af því hann er bróðir Hákons og hata allir Keflvíkingar Hákon. Hata allir Keflvíkingar Hákon? Já. Er það svo? Út af hverju? Ég veit það ekki, ég hef bara heyrt í kameru þegar hún fyrstdeildinni, það voru Keflvíkingar bak við kameruna, það voru ekki falleg orð sagði minn mann þar, sko. Nei. Já, ég held að hann sé ekki með nóg mikla stæla. Falkó? Já. Ég held Sá var með stæla við Gunnar Einarsson á útivelli í fyrra. Hver? Jakob Falkó. Aha. Var Gunnar Einarsson þá styrktarþjálfari eða? Já, með Magga Gunn. Já. Þetta var, skilur við, það var nýbúa, Pétur Ingvars, nýbúnar að láta fara, þá var Maggi Gunn aðþjálfari og Gunnar Einars aðstofþjálfari. Var Gunnar Einarsson talking shit? Já. Já. Það fór ekki vel. Nei, hvernig fór leikurinn? Fyrir Keflavík, já, við unnum. Þið unnið, já. Ég held að þetta sé sko, þeir elsku Remi Martin. Ég held að þeir eiga svo erfitt með að viðurkenna það að Jakob Falkó er hinn hvíti Remi Martin, eins og Ísak Máni Víum. Eins og Ísak Máni Víum sagði einu sinni og ég pikkaði það upp. Hann fattaði upp á því. Hann fattaði upp á því. Það er þetta, já. Og ég hef kallað Jakob Falkó hvíta Remi Martin síðan. Já. Og ég held að þeir eigi ótrúlega erfitt með að viðurkenna það og einhvern veginn bara svona vona alltaf að honum gangi illa til þess að já, Falkó, hann er bara einspilari. Já. Og maður bara eitthvað svona, heyrðu, síðast þegar Keflavík gátu eitthvað var það þið voru með Remi Martin sem að driplaði 78 sinnum í hverju einustu sókn og þið elskuðu þann. Já. Skilurðu? Já. En myndirðu taka Remi Martin eða Jakob Falkó þegar þú verður að smíða lið? Remi Martin ef hann er heill. Já. Já, ef hann er heill, já. Remi Martin er eitt besti leikmaður sem síða, veist Hann var, En Jakob Falkó er samt bætir Já. varnarlega. Ég er alltaf að hugsa báða með þeim, sko. Þú ert einn af þeim, sko. Já, en ég myndi taka Remi Martin. ég myndi alltaf taka Remi sóknarlega er svindl á Íslandi. Já. En myndirðu taka Remi Martin eða Vinny Shahid? Remi, En myndirðu taka Vinny Shahid eða Jakob Falkó? Jakob Falkó. Ok. Myndirðu taka Vinny Shahid eða Larry Thomas? Fyrir eftir hverju í liðinu, ömuleg spurning. Nei, þetta er bara fyrsta pick, ég gefði þessu 2. Bara fyrsta pick, Já. Vinny Shahid. Sí. Ég geti basically verið með ykkur 2 á vængjunum og við værum fínir, sko. Herri, Við myndum bæra. það eru 2 liði viðbót sem að mig langar að fara yfir áður en við förum og skoðum bara næstu umferð. Byrjum á svona, byrjum á Ármannsliðinu og endum á Valsliðinu. Já. Sko, Við erum Ármann. ekki búin að ræða valsliðið. Já, bara breytingar. Ok, byrjum á Val, við erum búin að ræða í þaula. Já. Valur hérna bæta við þessum, hvað heitir hann? Lukic? Nei, Lasic. Nei, Nikola Lazar. Nikola Lazar. Byrjaði ágætt. Lazar Nikola. Hann var með 1 stig á móti Grindavík. Leit hræðilega út á móti Grindavík eins og allt liðið. Já. Þeir eiga inni eitthvað ígildi að vita allir að þessi kanni verði ekki hérna. Þú veist, þurfum við eitthvað að ræða þetta betur. Það er, ég meina, við ræddum þetta í 100 klukkutíma á hann. Mér finnst bara eiginlega ekki að við eigum að gefa það meiri airtime. Nei. Þeir eru ekki að bregðast við, þannig að bara, Nei, ok. do you. Þá klárum við með Ármann og við skulum heldur ekki eyða allt of miklum tíma í það. Ármann eru búnir að bæta við, Kaninn alltaf spilaði ekki fyrstu 3-4 leikina. Þannig að hann dettur svo inn. Þeir bæta við Lagio Grandsan, eru með Daniel Love og eru með Mark Dolezaj.
íslenskjur markaðar ekki til. Þannig að við skulum ekki ræða það. Hvernig finnst ykkur Lakjó hafa komið inn í þetta? Fyrsta spurning. Vel. Bara færir ekki nálina neitt, sko. Ok. Þú þarft bara betri gaur til að stjórna sóknarleiknum til að þetta tikki eitthvað, sko. Hvað eru þeir að gera með okkar mann Daniel Lovan? Hann var í korteri daginn, sko. Já, það eitthvað skrítið í gangi þar, sko. Hann spilaði svo 6 mínútur í einhverju leik. Hann spilaði 2 mínútur í fyrri hálfleik og svo 10 mínútur í seinni hálfleik. Er hann á sama díl og Sarko Júkic hjá ykkur, eða? Ég hef ekki hugmynd hvað hann á, sko. Hann er augljóslega ekki eitthvað fárlega dýr, en hann hann var að vinna, hann vann titil í Svíþjóð og stóð sig bara fínt, bara sem einhver rulluspilari þar. Og þannig að hann er ekkert eitthvað hræjódýr, en ég held að hann sé greinilega, hann lítur bara að koma nóg á honum með eitthvað, bara fílar hann ekki. Hann getur á ekki peninga til að skipta hann út. Já. Er það kannski bara málið að þeir bara setja uppi með liði eins og það núna sökum gjaldeyrishafta? Já. Já. Eða ég meina, þú veist, í draumaheimi þá myndirðu bara eiginlega reka alla fyrir utan Lakjó, sko. Já, ég er svona, basically. já, ég er svona, þessi Kani, það er eitthvað þarna, sko. Þú veist, Já, það er eitthvað þarna. hann alltaf í lagi. Og Marek þarf náttúrulega að fara, ég meina, þú ert líka komið með Lakjó, þú veist. Já. Þeir eru allir eitthvað svona að spila, eitthvað sem í sömu stöðuna. Endar ekki bara Marek Dólisar hjá Pétur Ingvars í Haukum? Jú, það getur verið. Er það ekki bara? Koma Það getur meðslum, verið snjallt. þeir tóku bikarinn saman, Já, það er getur það ekki? Jú, Væri svindlkall í fyrstu deild svona að geta hreyft sig og hlaup. Eða þú veist, getur hlaupið völlin og hefur séð fyrstu deildina eða? nei. Nei, ég horfði á Fylkir Hött og það eru mínútur sem að... Höttur. Ok, ég held að ég væri veikur að kaupa mér áskrift, en þú ert náttúrulega bara hvað Keyptir að... áskrift? Já, ok, það er veikara. $4, það er bara gjöf. Já, ég notaði bara KKV-kostum mitt og fekk frí. En af hverju mættir þann leik? Elli Munda, þinn maður. Hver er Elli Munda? Ellert Þór Hermundarsson. Eru þið frændur eða eitthvað? Já, basically. Tjóðlega þið veikur maður. Já. Stið mína menn. Og þetta var ógeðslegu leikur og þarna sá ég bara að fyrsta deildin er bara... Já. Ég veit það ekki. Já, Ég þarf að kíkja á fleiri leiki. þú getur samt ekki bara skoða Fylki. Fylkir skilur, ég skil ekki hvað Fylkir er að gera, fara upp í fyrstdeild og taka ekki Nei. $1,000 kana til að reyna að hjálpa þessum gaurum, sko. Já. En Marek Dólisar í fyrsta deild, já, væri frábært sæn. Já, og líka hann er gaur sem er bara fínn í góðu liði. Svo hann virkir með 20 stig í leik, sko. Hann gat orðið ekki labbað í Grindavík, sko. Já. Hann svona haltraði tilbaka, sko. En það eru svona, já, menn er að tala um Breiðablik þessar myndir. Það er verið að leyfa þeim að dreyma. Já, það er rétt. En við tókum fyrstu deildina í síðustu viku, ætlum ekki að gera það aftur. Búnir með Ármann, búnir með Val, þannig að hendum okkur bara í Jugo Airport listan. Taka eina pásu fyrir það. Já, smá pása. Komur pása? Nei, við getum ekki tekið pásu. Ég er ekki með köttara. Við þurfum að halda áfram. Nei. Jú. Ok. Þetta að pissa? Nei. Herru, við eigum ekki mikið eftir. Við erum líka búin að vera í klukkutíma og korter. Sko. Við erum svo sem búin að fara yfir þetta. Þetta eru sömu og voru síðan. Jordan Williams er farinn. Mango Chutney og Sarko eru þarna áfram. Marek Dólisar og Alexa Jugovic og Káur eru þarna áfram. Ég er með Sean Hopkins áfram þarna. Ég fer ekkert ofan að því. Það er bara, mér finnst ég bara verð. Brandon Averett er svona í sviga, sko. En Sean Hopkins er færist bara svona nær. Já, ég myndi segja að hann þið getur náðið miklu betri gaur fyrir allan penning sem er á borgunum. Hann er nú ekkit... Þú mátt bara... Ég er ekki að borga þessum... Þú mátt alveg vera ánægð með hann, það er bara allt í Ég er góðu. ánægð með hann, ég veit ekkert hvað þessi gaur að fá í laun, sko. Nei, ekki heldur, ég bara ekki. Mér finnst það bara ekki nógu góður, sko. Nei. Já, mér finnst hann, það get ekki allir verið bestir. Það er það sem að ég og Slæmir segjum átt. Get ekki allir verið bestir. Held líka bara að þið þurfu aðeins betri sóknarmann með Sigga Péturs þarna. Af því að þú vilt hafa Sigga inn og hann gerir fullt af góðum hlutum. Og bara svona, þú þarf einhvern veginn aðeins bara betri sóknarmann til að Siggi geti verið alltaf inn á. Já, ég held samt að, já. Er þetta ekki bara sami leikmaður?
Þeir eru alveg líkir en þú veist, Nei, það. Finnst það? svona skrappi hávaxnir vængir, já, mínum að þetta alveg líkir. Ok, Siggi P, þú veist, þið eru bara búin að sjá 30%. Hann er bara að spila 30% tempói núna, sko. Hann Sá er að... Ég hef mjög mikla trú á Sigga Péturs. Siggi P er frábær leikmaður. Já, en það myndi opnast meira fyrir hann. Já. Af því að David Okeke er bara inn í teig. Skilur, hann er ekkert að búa til spacing. Já. Sean Hopkins er bara alltaf limited sóknarmaður. Hann er svona góð skytta. Hann er ágætt skytta. Hann er góð skytta. Ég held að þegar liðið fyrir að synka svona almennlega, Sean er bara búinn að gera það sem að ég er búinn að ætlast til á honum síðan hann kom. Hann er búinn að vera bara flottur í því hlutverki sem hann er í. Já, þetta er Seth Ludey-veikin, sænum gauðra sem eru limited, af því að þá bara svona tekur hann ekki af, þú veist, dúa á Sigga Péturs. Að halda Milka í Njarðvík? Já. En myndirðu skipta Sean Hopkins Og Milka. fyrir típuna á Óskar Jörgensen? Þeir reyndu það með Palisa, sko. Þeir tóku... Já, þeir voru ekki með Sigga P þá vartanlega, skilur til að baka hann upp. Ég er ekkert að tala um að taka, þú veist, pjúra þryggjastæðskittu, en bara betri sóknarmann. Þú opnaði öll þess að. Já, en þú veist, Sigga P, skilur. mér finnst Álftanes bara of lélegri sókn. Og þess vegna skoruðu 70 stig upp á Skaga og töpuðu leiknum. Sko, leikurinn upp á Skaga, ég er með hann alveg inn í sviga fyrir mér. Og líka gjörsamlega í lása múti Grindavík. Á móti Grindavíkulið sem bara hefur sannað sig sem eitt besta varnarlið deildarinnar og náttúrulega við. Þetta voru bara 2 varnarlið að mætast. Já, þannig að um leiðu mæti góðu varnarlið, þá skoruðu 70 og tapið. Það er ekki þar með sagt. Haukur er komin í gang núna og mér finnst hlæmis umræðan í kringum Hauk. Ef þið tapum múti KR, þá bróka ég þig. Já, ok, gerðu það. Þér er frjálst að gera það. Umræðan Hauk. Nei, umræðan Hauk er oft mjög skrítin. Mér finnst er allir búin að vera hrósunum og segja nú er Haukur komin í gang. Já, núna. Já, eitt leikur. Most respected íslenski leikmaður ever. Nei, umræðan kringum Haukur er oft skrítin. Mér finnst þess að menna að fatta bara í seinustu umferð. Já, Haukur Helgi Pálsson, hann er bara eitt besti íslenski leikmaður deildarinnar. Þú veist, mér finnst þess að menna að vera að tala hann er mjög upp og niður, sko. Hann hefði aldrei verið á disappointment listanum mínum ef að ég hefði, ég meina hann var næst efstur á honum vegna þess að manni fannst hann miðað við sjálfan sig mjög lélegur þangað til. Haukur í síðustu umferð er bara Haukur eins og maður þekkir hann. Já, en Haukur í Njarðvík, hann var ekki svona góður eins og í seinustu umferð. Hann átti svona leik og leik, Já, en auðvitað er miðpunturinn, miðpunturinn er einhvers staðar á milli, það er svona 18 stig og góður í vörn og 7 fráköst. Hann er aldrei mjög lélegur. Þú veist, hann er þá bara... Jú, á bara Skaga þá var hann til dæmis mjög lélegur. Nei, hann var góður í vörn. Hann er alltaf góður í vörn. Nei, hvað meinar þú? Þetta er hann alltaf góður í vörn. Hann er 2 metrar með hátt IQ og sterkur. Hann er bara, það er bara vinnan hans. Ég er líka hér, fattar þú, ég mætti í dag. Já, það þýðir ekki að ég hafi staðið mig vel í vinnunni í dag. Það er líka endalist að tala með hann að leika upp á Skaga, ég nenni ekki að tala um hann. Þetta er 1 af 5 leikjum. Sá er lítill. Þetta er 1 af 5 leikjum. Ég nenni ekki að tala um leikinu upp á Skaga. Nei, ok. Ég tel hann ekki með. Ég skil bara ekki hvað við erum að ræða núna. Nei, ég er bara að tala um umræðin kringum Hauk, finnst mér bara skrítin stund. Ef Álftanes ætlar að vinna leik, þá þarf Haukur að vera góður. Já. Já. Punktur. Já, og Haukur var geggjaður á móti. Já, og þið unnuð. Já. Og hann var lélegur á móti IA og þið töpuð. Þið verðið að vinna þann leik. En málið er ef að Sean Hopkins væri miklu betri í sókn, Já, þar byrja umræðan. að þá gætu þið bara unnið þó að Haukur eigi oftak. En í dag þá ræður Álftanes ekki við að Haukur og Siggi P eigi lélegan dag af því að útlendingarnir eru limited. Nei, ég held bara við erum mikið inni. Það held ég. Við erum allir sammála því. Herru, svo er ég hérna með Adrian Griffin og Julio De Assis. Það er mögulega verið að skoða bara flugmiða fyrir Griffin held ég. Það er dýrt að fara til Bandarík. Er eitthvað að vera að gera það? Nei, örugglega ekki. Finnur liggur bara upp í sófa núna held ég bara. Ég held að þeim finnst ekkert gaman að tapa með 50 stigum sko. Já, en hvað er hann að gera ennþá hérna? Þetta er ekkert... Hann er búinn að fara Mér langaði að segja eitthvað óviðeigandi en ég ætla að sleppa því. Hann er búinn að fara í æfingarferð með þeim, búinn að spila 5 leiki. Getur ekkert. Nei. Hann hefur aldrei sýnt neina góða hlið. Nei. Ekki í einum leik. Þeir eru að fara að gera einhverja breytingu bara um jólum. Kannski eru góður á æfingum. Nei. Skemmtilegur aðeins. Ég veit ekki.
Heyrðu, förum í umferðina. Já. Er það ekki? Tölum umferðina sem framundan. 7. umferð. Það er svona oft talað að þessi 7. umferð þar sem að ákvarðanir eru teknar. 7. og 7. umferð. Svo landsleikjahlé. Það eru, ekki þjálfarar. Það enginn í heitu sæti í körfubolta fjölskyldunni. En það eru mögulega leikmenn og struktúrar fighting for their jobs næstu 2 umferðir. Því að í landsleikjaglugga gott að gera breytingar. Sammála? Já. Já, ég var sem ég að grínast, ok. Sko, við ætlum að tala bara út frá leikjunum, út frá bara seðlunum okkar og byrjum á seðlunum þínum. Þú segir að ÍR vinni í Þorlákshöfn. Það bara svona, lítur út eins og gjöf að tvöfalda þar, það ekki? Hver eiginlega stuðla þetta? Akkur Þorlákshöfn favorite þeir hafa ekki unni leik? Nei. Ég veit ekki. Og þeir voru að reika stóragurinn heim. Já. Kannski þetta gjöfin eða? Kenningi mín verður í rauninni... Er þetta gildra? Nei, þetta ekki gildra. Ég vinnur bara en leik. Hvað tapaði þú miklu peningu þegar Álftanes tapaði á Skaganum? Já. Er þetta ekki bara svipu gildra? Ég meina, þetta er smá gildra. Ég vinnur þennan leik. Ég vinn ekki í bara einhvern veginn... Ég ætla rétt að vona það. Ég vinnur, en ef það komið nýr leikmaður, þú veist, þinn maður í Íþróttahúsinu segir ekki, Matti að segja það. Ég veit ekki hverjum ég á... Maðurinn í Íþróttahúsinu gæti síðan í kvöld, ég meina... Getur verið. Kannski lenti hann í hádeginu í dag. Já, en bara kenningi mín hefur alltaf verið svo að þegar nýr leikmaður í einhverju liði, kemur inn þá vinnur liðið einhvern veginn aldrei. Sérstaklega ekki Bosman 5, þú veist hvað heldur hann mæti bara og þetta bara Shaquille O'Neal bara eitthvað mættur og þetta skíti í sig eða? Mér leiðist það verður í besta falli einhver ágætis player sko. Já, mér leiðist líka bara Þorlákshöfn. Bara Jacobi Ross og Lazar Lukic og Þannig, þú ert sammála? Já, ég vinnur, klárlega. Förum þá í næsta leik, Njarðvík Stjarnan. Þetta svona skipleikur hjá mér. Ég þori ekki að setja hann í minn Stjarnan aldrei að tapa hvað, 4. leiknum í röð. Nei. 3. Samt þið svo hrifnir á öllu í þessu Njarðvíkurliði. Það þú. Nei, ég bara hrifnir á Milka. Já. Við erum bara hrifnir af rétt. Hvernig, þú ert samt bara, rökin eru bara, ertu sammála Gunnar? Já. Okay. Ég held að, ég eiginlega bara með sömu rök, ég bara trúi ekki. Þetta bara það, Stjarnan bara getur ekki go 1-5. Þeir eru bara með meiri gæði. Leikmennir þú veist, Ægir þú veist, eitt besti íslenski leikmaður deildarinnar. Hann eitthvað svona hálfheill með þess að, þú veist, spila 20. Er hann að fara að læsa Brandon Averett? Það ekkert grín að læsa honum, sko. Nei. Þannig að Brandon Averett á móti Ægi, svo ertu með Milka á móti Seth Leday, svo ertu með Mario og Bjarni Guðmann og Janis eitthvað svona í fjarkanum, með Dwayne Lothier og Orra. Já, og svo eru Veigar á móti þreyttum Pablo einhvern veginn. Já. Vinnur ekki bara Njarðvík eða? Veigar geti verið svolítið góður í svona leik, en nei, ég held að Stjarnan vinni. Ok. Og svo ertu með yfir 95 stig fyrir Val upp á Skaga. Þetta er ekki minn. Nei, þetta er minn seðill. Þetta er þinn seðill. Ég ætlaði líka að spyrja, er þetta... Þú kingar bara kolli, en ok. Þetta er Gunnar Bjartur Jr. Já, þetta er ég. Yfir 95 stig. Já, ég held að... Valur hata að skora körfur. Ég hata að skora. Ég held samt að núna á móti Skaganum sem færilega alltaf þessu 100 stig. Þeir eru reyndar vel slappir í vörn. Já, og Finnur núna búinn að tala bara eitthvað 2 viðtöl í röð eða eitthvað. Að þeir verði að spila hraðar. Og þeir ætli að spila hraðar. Ég held að muni koma í þessu leik. Ok. Ég held að, þannig að þeir... 95 er að fullta stigum, sko. Já. Og Skaginn eru erfiðir heima að sækja. Já, og ég er samt smá líka að horfa í það. Ég þorði ekki að setja Val í þessu leik. Ég gerði það. Ég held að þessi leikur mögulega, hann hefur... Heldur þú að Ía án Kana sé að fara að skora meina 96 stig á móti Val? Nei, bara Valur þeir eru búin að vera svo lélegir. Já. Herri, þetta gefur næstu í 7-földun, Stjarnan sigur, ÍR sigur og yfir 95 stig fyrir Val upp á Skaga. Ég held að þetta tapist á Val. Ég held að skori 92 stig, vinni samt alveg með 15. Okay.
þá skulum við fara í Bobo Special. Þú ert líka með Stjörnuna, þurfum ekki að ræða það aftur. Nei. Þú ert með IR. Já. Við svona ræddum það, þú ert líka með IR. Já, ég Þurfum heldur ekki að ræða það. Nei. Hver Þú ert líka með sjöföldun. Eini munurinn á ykkar seðlum að þú ert með Skagan að tapa með minna en 8 stigum eða vinna á heimavelli. Já. Plus 7-5. Þetta leikurinn til að taka það með kanalaust lið, Lucian og lítill Serbi? Mér finnst það nýleið. Já, ég skil þetta bett, sko. Vá hvað ég er ósammála. Ég held að þetta verði svona... Lucian kominn aftur inn og allir orðin vinir. Lucian og Serbin saman running úr sjó með hæð upp á 1.67. Já, sko, ég held að, ástæðan fyrir þetta svona heimskvöldi og ía er að þetta var möguleiki á að vinna. Já. Þessi leikur með liðið sem var fyrir áður en að gerði allar þessar breytingar. Þannig að þeir eru að kasta frá sér mögulegum sigurleik núna. En þegar bara heimskuleik. Þegar að þetta Akraneslið byrjar að rótira á bekkinn, sko. Þannig að þegar ég var á KR-leiknum. Þetta er bara melló fyrstu deild, sko. Hvað, Aron Elvar og... Já, og minn maður Kristó Gísla bara fínn player og svona, en þú veist, það er bara, þú veist, Styrmir Jónasson er alveg að berjast og setja í opinn skot, en þú veist, þetta er ekki neitt. Nei. Skilur við? En nú er ég alveg að mýga mig. Við verðum að taka pásu eða fara að kalla þetta. Já, það er bara minn seðill eftir og svo máttu, sko, Fáum þetta upp á skjáinn. Fáum þetta upp á skjáinn, fáum fyrst aggressíva seðilinn minn sem á 20-faldar peningiðin. IR sigur, Stjarnan sigur, Álftanes sigur. Sammála? Er þetta aggressívist? Já, ég á eftir að setja mér á. Já. Stjarnan sigur, Álftanes sigur, IR sigur, Valur að vinna með meir en 5 stigum. Já. Það mun vinna. Og svo er ég með Tindastóll mínus 15. Hvernig finnst ykkur það? Á móti Ármanni? Já. Ætti að... Það er, já. Vinnir þetta ekki bara? Jú. 20 í stuðul? Hvað tapar þarna? Já, Það tapar aldrei. Nei, þú veist, hvað tapar þarna? Hvað er líklega? Er ekki bara Njarðvík líklegast til þess að eyðileggja þetta með því að... Jú, eða valsleikurinn. Já. Samt, sko, nú þegar ég er að pæli, eru Valur svona lélegir að tapa fyrir einhverju ía með einhvern gaur sem... Lucian, Dokovic, Styrmir Jónasson, þessi 3 eru allir að byrja, sko. Svo ertu með, Balkanskagana 2, Kristó Gísla 7. maður, Aron Elvar 7. maður. Já. The show goes on. Erum með 2 góða leikmenn, bara Barnjak og Sutsum. Já. Herri, síðasta sem við ætlum að gera áður en að Bobo fær að fara að pissa. Defensive seðillinn minn, raunandi góðan. Álftanes sigur, Tindastóll sigur á móti Ármanni, sem að gefur 1,06 í boost. Og svo Valur að vinna með 60. Álftanes mínus 6 á Val, Tindastóll sigur, 3-földun. Takk. Ekki sammála þessu? Já. Takk. Þá segi ég bara, bless hérna úr Myndkaup Arena þetta miðvikudagskvöldið. Fram í byrjun þáttar, eins og hefur alltaf gert. Það er þarna, þetta er líka bara, þú veist, menn bara vita þetta. Við erum hérna í Myndkaup Arena, þeir eru með okkur allt árið. Og já, þar getið þið keypt ykkur alls konar Bitcoin, rafmyntir. Já. Það er nú gott núna í þessum óstöðuleika á markaðnum sem er í gangi. Já, það er það sem við horfum í, sko. Rafmyndirnar. Þannig að þetta eru svona okkar bestu menn. Körfufréttir, Myndkaup og Clubmate drykkurinn. Já. Sjáumst á morgun. This for the hood by the corner store. Many try, many come at nines if you want a war. Get it. I got mine, I hope ya got yourself. You from the hood, I hope ya got yourself. You want beef, hope ya got yourself. And when I see you, I'ma take